Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði náttúruauðlindir sem ekki eru í einkaeigu lýstar þjóðareign? Spurt er hvort þú vilja hafa ákvæði með þessu orðalagi í stjórnarskrá Íslands. Í tillögu stjórnlagaráðs segir: auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru í einkaeigu eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Þetta þýðir að þær náttúruauðlindir sem ekki eru í einkaeign í dag verði lýstar ævarandi eign þjóðarinnar. En hvað þýðir það? Einkaeign er eitthvað sem einkaaðilar eiga, til dæmis einstaklingar og fyrirtæki, þeir með að selja það og nota samkvæmt lögum. Ríkiseign er hins vegar eign sem ríkið á og getur selt eða veðsett. Þjóðareign er ekki jafn algengt hugtak. Í tillögu stjórnlagaráðs segir það: enginn getur fengið auðlindirnar eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja. Sem sagt, ríkið má selja ríkiseign, en ríkið má ekki selja þjóðareign. En hvaða náttúruauðlindir er verið að tala Í tillögunum frá stjórnlagaráði segir: til auðlinda í þjóðareign teljast náttúrugæði, svo sem nytjastofnar, aðra auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu og uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita og námaréttinda. En sama hvernig þú skilur ákvæðið er spurningin einföld. Vilt þú hafa þetta orðalag í stjórnarskrá Íslands? Já eða nei?